Trausti, hvernig tilfinningin á kjördag? Hún bara mjög góð. Það leggst bara mjög vel í mann, þannig að vona á bara góðu kvöldi. Það búið að ganga á ýmsu hjá okkur í flokknum, einhverjur að hætta á svona, hvað segir okkur um það? Já, það urðu þarna leiðindi að það kom upp þarna hjá frambjóðandi eða frambjóðendum. Þetta var nú reynda fjölskylda sem ræðir, sem hefur tilkynnt úrsögn frá framboðinu sem vildi að við myndum stíla inn á það meira að gefa út að við færum ekki í samstarf með ákveðnum flokki og kæmum ekki til með að hafa Árna sem bæjarstjóra áfram. Þannig að þetta vildum við hin ekki taka þátt í. Þannig að við höfum lýst því yfir allan tíman í þessari baráttu okkar að við erum að fara hér inn til þess að vinna góðum hlutum fyrir bæjarfélagið og þetta hugnaðist okkur hinum ekki. Þannig að hann tók þessi ákvörðun sjálfur, þessi aðili pluss þessi fjölskyldan sem fór þá með honum og hérna mér skilst bara sagði sig úr Pírötum yfir höfuð, þannig að þetta svona kannski ef að þetta verið að setja út okkur hér og það hefur komið svona eins og þessi ég persónlega sé að stýra þessu, að þá finnst mér ákvörðunin mjög skrítin að segja sig úr Pírötum á landsvísu, þannig að þetta bara segir sitt finnst mér. Þannig að þið standið við það sem þið hafið sagt áður að það allt opið í hvað varðar bæjarstjóra? Algjörlega. Þannig að við ætlum bara að skoða hvað kemur upp úr kössunum og svo ræðum við þá bara við menn og við viljum bara reyna að koma okkar málefnum á framfæri hér. Hvernig finnst þér að hafa verið að taka þátt í þessu svona í fyrsta skipti? Það búin að vera svona meira fjör í kosningabaráttunni almennt heldur en undanfarin ár? Já, sko þetta hefur verið mjög gaman en þetta hefur verið mjög krefjandi og tekið á. Þannig að ég viðurkenni það alveg og kannski meira maður bjóst við að maður svona hoppar út í þessa djúpu laug og þetta hefur verið gríðarlega mikið en við höfum í raun og veru verið með góða kosningabaráttu og við höfum ekki verið að fá mikla gagnrýni á okkur frá hinum, þannig við erum náttúrulega nýr flokkur hérna og bara þannig að raun og veru það bara búið að vera að hafa gaman að þessu og þetta búið að vera góð heild, það bara þessi leiðindi sem kom upp sem mjög leiðilegt og maður hefur tekið nærri sér, þannig að þetta bara mjög leiðilegt og ég hef ennþá vonað að þetta fólk komi aftur, ég hef staðið með útrétta hönd á móti þeim allan tíman og geri það enn í raun og veru. Þú bjóst þetta að ná inn manni eða mönnum? Sko ég að vonast eftir 2 mönnum, þannig að það mjög skemmtileg staða fyrir okkur og hún mjög skemmtilegri að ná 2 en einum en ég ekki neinum vafa að það allavega einn að fara inn hérna, mér finnst það bara einhvern veginn að liggja í loftinu hérna.